Komið sæl og verið hjartanlega velkomin, en fyrst og fremst takk fyrir að taka á móti okkur. Við erum ótrúlega ánægð og glöð að vera hérna með ykkur á Egilsstöðum í dag. Fórum í heimsókn í Neskaupstað áðan og hérna vorum í Menntaskólanum á Egilsstöðum rétt áðan. Ég heiti Ellen Kalmún og framkvæmdastýra Pieta-samtakanna og tók við bara núna í maí, svo ég bara eiginlega ennþá að kynnast starfseminni. Með mér eru hér starfsfólk Pieta-samtakanna, þau frábæru Benedikt Þór Guðmundsson sem verkefnisstjóri, þið sjá hann hér, og Gunnhildur Ólafsdóttir sem er fagstjóri, og Gunnhildur ætlar að fara aðeins yfir starfsemina með ykkur hér í dag. Við höfum mikinn áhuga á að opna eitthvað útibú hérna á Austurlandi og það hefur svona lengi verið í stefnu samtakanna. Við erum nú þegar með útibú á Húsavík, Akureyri, Ísafirði og í Reykjavík. Svo þjónustum við þetta allt landið, allan sólarhringinn, allt árið kring með Pieta símanum okkar sem er 552 22 18. Og já, þannig að við erum svona að koma núna og kynna starfsemin okkar og sem að Gunnhildur fer svo betur yfir og vonumst til þess að fá góðan meðbyr með ykkur kæra fagfólk og biðjum ykkur um að bera orðið áfram. Að þessu sögðu langar mig bara til að biðja hana Gunnhildi Ólafsdóttir að stíga og stokk og fara aðeins yfir þetta með ykkur. Takk fyrir að fá að vera hér í dag. Já, komið sæl og gaman að vera komin hérna Egilsstaði að kynna Pieta-samtökin. Það er bara alveg dásamlegt, þótt að sé smá rok, þá er yndislegt að koma hingað og finna bara hlýhuginn sem við erum búin að finna fyrir hérna á þessum hálfa degi sem við erum búin að vera hérna. Heyrist ekkert í mér, ég er nú þekkt fyrir að tala hátt frekar en lágt, þannig að þau heyri í mér. Salurinn heyrir alveg í mér, ég held að þau sé ekkert, þannig að hafa þess að þetta var, ég held að hann vil ekki að sem verið hræri í þessu. En já, ég ætla að hérna segja ykkur frá Pieta-samtökunum. Þekkið þið Pieta-samtökin áður en við förum af stað? Já, eitthvað smá, ok. Kannski vitið aðeins meira eftir þennan fyrirlestur. Já, Pieta-samtökin eru forvarnarsamtök gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða, en fyrst og fremst eru þetta meðferðarsamtök sem bjóða upp á aðgengilega og gjaldfrjálsa meðferð fyrir fólk í sjálfsvígshættu. Við veitum líka stuðning fyrir aðstandendur og við erum með, eins og Ellen nefndi, Pieta hjálparsímann sem er opinn allan sólarhringinn, en hlutverk hans er fyrst og fremst að vera ráðgefandi, veita hlustun, speglun og ráð. Hugmyndafræði Pieta byggist á voninni. Það er okkar stóra leiðarljós í gegnum öll okkar verkefni að það sé alltaf von og við leggjum miklu áherslu á að hafa hlýlegar móttökur, notalegt umhverfi og meðferð okkar er mótuð af samúð og virðingu. Leggjum áherslu á lausnir og uppbyggingu og leysa úr yfirstandi krísum og vekja von. Von, umhyggja og virðing. Aðeins söguna. Samtökin voru stofnuð 2016, fengu húsnæði í Reykjavík á Baldursgötu 2017. Það var svo 2018 sem að starfsemi hófst í litlu húsi á Baldursgötunni og þá voru fáir að vinna þar og fyrst sinn voru fáir sem að vissi á okkur eðlilega og komið til okkar. En svo smám saman þá höfum við stækkað og svona umfang starfsins hefur vaxið og okkur hefur fjölgað sem og þeim sem leita til okkar. Og þá hérna var það þannig að við fórum til Akureyrar 2021 og opnuðum lítið útibú þar. Svo fluttum við í stærra og betra húsnæði á Amtmannsstíg 22, þar sem við erum með alveg dásamlega aðstöðu og mörg viðtalsherbyggi. Svo opnuðum við líka Húsavík 2023, bara síðasta ári. Og síðast í október 2023 þá opnuðum við Ísafirði. Þannig eins og sjáið vel á þessari mynd, þá sjáið svolítið
hvar við höfum huga á að opna útibú næst, ekki satt? Svona hvaða landsluti er næstur á dagskrá. Þess vegna er svo gott að vera hérna í dag. Hér má sjá húsið okkar Reykjavík, hlýlegt og fallegum stað í miðbænum, bara við hliðin á MR, best að útskýra þannig fyrir fólk sem kannski þekkir ekki allar götur í Þingholtunum. Hér erum við á Akureyri, líka í gömlu fallegu húsi á Aðalstræti, hlýlegt umhverfi, lítið skjól á Húsavík og svo Egilsstaðir og eins og ég segi alltaf, þykir miður að sé ekki mynd innan úr viðtalsherbygginu. Ég er búin að vera að reyna að fá hana, ég vona hún verði komin næst, en við erum líka á Ísafirði. Áður en ég ætla að segja ykkur frá starfseminni og öllu því sem við gerum, sem er margskonar, þá langar mig að segja ykkur bara aðeins frá því hvernig við náum að sinna öllum þessum mikilvæga verkefnum, af því að það sannarlega krefst fjármagns að sinna þessari starfsemi, en það er mestmegnis vegna velvilja almennings sem við náum að sinna þessari mikilvæga starfsemi. Og eins og þið sjáið, þá er stærstur hluti okkar tekna, það kemur frá almenningi. Einungis lítil prósenta er frá opinberum styrkjum. Og fyrir hverju er svo þjónustan? Já, það er fyrir fólk með sjálfsvígshugsanir og sjálfsskaða, aðstandendur þeirra sem eru með sjálfsvígshugsanir og í sjálfsvígshættu og svo aðstandendur þeirra sem hafa fallið fyrir eigin hendi. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að sinna þeim sem eru í vanda en ekki síður aðstandendum. Því okkur finnst það vera gjarnan sá hópur sem hefur ekki fengið nægilegan stuðning einnig og þarf mikið á stuðningi að halda. Ég segi ykkur betur frá innra-starfinu en svona almennt hvernig þetta ná í okkur. Það er mjög einfalt að það bara hafa samband í síman 552 2218 og svo er hægt að bóka tíma og við reynum alltaf að bóka tíma eins fljótt og auðið er. Bara, það er ekki löng bið hjá okkur, það er engin biðlistar og fólk kemst fljótt að. Okkur finnst það mjög mikilvægt. Þegar fólk leita til okkar að þurfa ekki að bíða. Það bara komist að. Og öll okkar þjónusta er gjaldfrjáls. Þannig að það kostar ekkert að leita til okkar. Hverjir eru það sem veita þessa þjónustu? Það eru móttökuráðgjafar í húsi sem að taka á móti fólki í síma milli 9 og 4 og þá fara tímabókanir fram. Svo erum við með ráðgjaf á Píeta símanum sem er opinn allan sólarhringinn og það er markmið að veita virkahlustun og ráð. Svo er það meðferðaraðila samtakana sem sinna öllum viðtölum skjólstæðinga og við erum meðferðarsamtök með leyfi frá landlækni til að sinna meðferð og allir okkar meðferðaraðila eru með starfsleyfi og þetta eru sálfræðingar, félagsráðgjafar, læknir og iðjuþjálfi. Þannig að við erum svona lítið þverfaglegt teymi sem er ótrúlega dýrmætt. Og svo eru það meðferðaraðilar ásamt þjálfuðum ráðgjöfum, gjarna aðstandendum sem er að sinna stuðningshópum fyrir þá sem hafa misst úr sjálfsvígi. Okkar meðferðarnálgun, hún byggist á díalektískri atferlismeðferð eða DAM-meðferð og þetta er gagnreynt meðferðarform sem hefur reynst árangursrík samkvæmt rannsóknum fyrir þennan vanda og okkur þykir það mjög mikilvægt að vera að notast við aðferðafræði og meðferðarform sem er árangursrík. Í meðferðinni þá er það viðurkenning á reynslu og upplifun skjólstæðing sem er hornsteinn meðferðar. Að fólk finni að það er verið að hlusta, það er viðurkenning og það er skilningur á þeirri stöðu og þeirri upplifun sem skjólstæðingur er í. En svo á móti að byggja upp líf þar sem að upplifun svo að lífið sé að virða að lifa því. Að við séum að vinna í átt að lífsmarkmiðum, í átt að von og tilgangi og þetta helst í hendur. Við kennum færni í núvitund, streituþoli, tilfinningastjórnun og samskiptafærni og þá erum við að kenna hjálpli bjargráð til að takast á við krísur og sársaukafullar tilfinningar og markmið er að leysa úr yfirstandandi krísu sem og finna aftur von og tilgang.
Já, eins og ég sagði, þá erum við að veita meðferð fyrir fólk með sjálfsvísvanda, sjálfsvíshugsanir, sjálfsvíshegðun, fólk í sjálfsvíshættu og einnig meðferð fyrir fólk sem er að stunda sjálfskaða. Við bjóðum upp á einstaklingsmeðferð alltaf 12 viðtöl og meðferðin byggir alltaf á faglegu mati. Þannig hún er aðlöguð á hverjum einum, út frá hans vanda, út frá hans þörfum og við bjóðum líka upp á fjarmeðferð og það er náttúrulega mjög mikilvægt þegar maður er að tala einhvers staðar okkar þjónustu þar sem að við erum ekki með útibú að hún er opin fyrir alla. Það er hægt að fá fjarviðtöl. Þannig að það geta allir leita til okkar hvar sem þeir búa. Og þannig að við erum mjög glöð að geta boðið upp á það meðan við erum svona að reyna að fara víðar. Já, og svo bjóðum við upp á DAM færnihópa fyrir okkar skjólstæðinga sem eru hjá okkur í meðferð. þar sem við erum að kenna alla þessa færni sem að við viljum kenna fólki í núvitund, streituþol, að takast á við krísur og tilfinningastjórnun, að læra að takast betur á við tilfinningar og samskiptafærni, að bæta samskipti ef það er vandamál, og núvitundin er svona grunnurinn í gegnum meðferðina. Svo eins og ég sagði, þá bjóðum við líka upp á stuðning fyrir aðstandendur og þá erum við að bjóða viðtöl, alltaf 5 viðtöl og opna stuðningshópa, bæði fyrir þá sem eru aðstandendur fólks í hættu og aðstandendur sem hafa mist. Og þið sjáu þetta er reyndar gamalt frá því fyrra, frá því vor, en þetta er svona dæmi hópana sem við erum með. Við erum með hóp í Keflavík, á Akureyri, það er einn hópur í Garðabæ, það er feður, bræður, synir, vinur og makar, það er svona kallahópur, og svo erum við með konuhóp á Amtmannsstíg, mæður, dætur, systur, vinkonur og makar. Og þetta hafa verið bara vel sóttir hópar og fólki finnst hjálplegt að fara og vera með öðrum sem hafa upplifað sömu hluti. Og svo erum við líka með hóp fyrir aðstandendur þeirra sem í vanda. Það er einn hópur þar sem er líka í Reykjavík. Já, þannig að það má sjá upplýsingar alla þessa hópa á síðunni okkar. Já, þá langar mig bara að tala aðeins viðvörunarmerkin fyrir sjálfsvígshugsanir. Það er hluti okkar svona starfi, það er líka fræðsla. Við sinnum mikið fræðslu þessi mál, leiðirnar og okkar starfsemi og lausnirnar, og þannig að mér langar að tala aðeins það. Viðvörunarmerki fyrir sjálfsvígshugsanir, og þá náttúrulega þarf að hafa í huga að þó einhver sýni þessi viðvörunarmerki, að þá þýðir ekki endilega viðkomandi sé með sjálfsvígshugsanir, og oft eru líka viðvörunarmerki geta verið mjög falin, þannig að það er ekki heldur alltaf hægt að sjá nein viðvörunarmerki, en þetta er svona eitthvað sem við vitum að geta verið viðvörunarmerki. Og þá er það kannski fyrst bara tjáningin, að tala óbærilegan sársauka eða sterkar tilfinningar eins og vonleysi eða tilgangsleysi, upplifa sig einskis virði, hafa ekkert að lifa fyrir eða lífið sé ekki verið að lifa því, tala að vera byrði, tala að við líki lifa lengur. Þetta er svona bein tjáning. Svo er það breyting á líðan, að sjá að það er einhver svona breyting, svo miklar tíðar skapsveiflur, missir vonar að hlutinni verði betri, finn ekki neitt tilgang, aukin depurð eða kvíði, pirringur eða reiði, skömm og sektarkennd, aukin kæruleysi, og stundum kemur fram léttir. Og það er þá kannski eftir að hafa verið ákveðin tíma fastur í þjáningu. Þá, af því að bak við sjálfsvígshugsanir, þá er oft svo mikil sársauki að það er einhvern veginn, fólk er að reyna að finna leið út úr þessum sársauka. Og það þýðir ekkert endilega að fólk vilji deyja, það þýðir bara að fólk er ekki að finna leiðina út úr þessum dimma stað. Og það er svolítið verkefni okkar hjá Píetasamtökunum, það er að hjálpa fólki og að finna leiðina í átt að voninni á lausnirnar. Breyting á hegðun, það er eins og að gefa frá sér eigur, ganga frá fjármálum, skrifa kveðjubréf, missa áhugan á því sem áður vakti áhuga,
einangrun, vinum, fjölskyldu, samfélagi, aukin notkun vímuefna eða misnotkun þeirra, hvatvísi hegðun, áhættu hegðun, eins og til dæmis að hraðakstur eða annað. Svo getur verið ofbeldishegðun, að beita ofbeldi, að leita breytingar á svefni, mataræði og persónulegri umhirðu og svo leita leiða til að skaða sig eða undirbúa það á einhvern hátt, svo sem safna lyfjum eða aðgangur að einhverjum vopnum. Og þá kemur stórspurningin, hvað við getum öll gert, af því að það er það sem þetta snýst þegar við erum að tala þennan vanda. Þá viljum við tala hvað við getum gert og hvernig við getum unnið, hvernig við getum hjálpað og fundið leiðir og bent á hjálpina. Þá skiptir fyrst og fremst máli bara stuðningur frá öðrum, bara félagslegur stuðningur skiptir sköpum, stuðningur frá umhverfi, fjölskylda, vinir, nágrannar, samstarfsfélagar, stjórnendur, allir sem við erum í tengslum við og við getum öll haft áhrif, staldraðs við og fylgst með líðan hvor annars, og þeir sem starfa með öðru fólki oft lykilaðilar sem fólk getur leita til. Og nú veit ég að margir hér að starfa með fólki, ekki satt? Þannig að mikilvægt að við séum meðvituð þessa hluti. Og þegar okkur líður illa, þá er gott að vita að einhver til staðar til að hlusta á sína skilning. Við þekkjum það ekki, þegar lífið er erfitt. Og hvernig mætum við fólki með sjálfsvígshugsanir? Stundum opnar fólk á sjálfsvígshugsanir fyrrabræði, en ef okkur grunar einhver sé með sjálfsvígshugsanir, þá er hægt að spyrja viðkomandi einfaldlega, ertu með sjálfsvígshugsanir? Og við þurfum ekki að vera hrædd við það, af því að það að við spyrjum út í sjálfsvígshugsanir, það getur opnað á að viðkomandi loksins opni sig þessar hugsanir eða sína líðan. Það getur verið svona að skapast á rými til þess og við vitum það að fólk hefur oft verið svona hrætt við að spyrja þetta eða tala þetta og það sem við erum að segja, við þurfum ekki að vera hrætt við það, því að ef einhver er á þessum stað, þá er hann á þessum stað og þá er ekki eitthvað sem við spyrjum að fara að koma þessum vanda í ganga nokkurn hátt, heldur miklu fremur getur við þá verið aðili sem að getur hjálpað eða mætt viðkomandi og þá skiptir náttúrulega öllu máli að hlusta vel og vandlega án þess að dæma, sína stuðning, skilning og samkennd. Það er mjög mikilvægt að við séum í sínum skilning, því að það er oft, fólk óttast oft að tala þessa hluti út af hrætt við dóma, hrætt að vera dæmt á einhvern hátt eða skamma sín fyrir hennar vanda eða lítur á þetta sem eitthvað veikleikamerki, sem það er ekki, því að sjálfsvígshugsanir eru fyrst og fremst merki sársauka. Og svo hjálpa viðkomandi bara að beina athyglinni að ástæðum þess að halda áfram að lifa, bara hvað gefur lífinu gleði og tilgeng eða rifja upp jákvæða minningar eða í raun og veru bara tala eðlilega við fólk og eins og við myndum tala við það annars og taka hugsunum og tilfinningum samt alvarlega. Það er að við eigum að taka því alvarlega ef einhver er að opna á þessa hluti. Svo er það bara að vera til staðar og ef við getum þá í sama rými en annars í gegnum síma. Það getur líka verið bara að vera til staðar í gegnum síma, kannski fundi einhvern sem getur verið til staðar. Svo bara ef við þá þurfum við stundum að tryggja öryggi og þá spyrja fólk hvort það sem er plönum að skaða sig eða meta þörf á hringi 112 eða beina hættur að ræða. Eins og hjá okkur við náttúrulega hringjum bara í 102 ef við metum það þannig að hættan sé þess eðlis að þess þurfi, en við reynum auðvitað alltaf fyrst og fremst að fá fólk til að vinna með okkur í átt að lausnum og leiðum. En stundum er það þannig að við þurfum að gera það. Við þurfum að ef einhver er til dæmis með virkan ásetning að skaða sig og þá getum við ekki annað í sumum tilfellum. Svo er það að tengja áfram, bara að vísa á úrræði eins og 1717 eða Pétursímann og fá faglega hjálp. Það skiptir mestu máli að þegar fólk er á þessum stað, það sé að fá faglega hjálp og það sé verið að fá aðstoð sem virkar. Og svo er, eins og vitum,
að fylgja málin eftir, að fólk finni að mann ekki sama og við fylgjum á eftir stöð og líðan og látum vita að við séum til staðar ef að viðkomandi þarfnast frekar hjálpar. Og það getur bara skipt sköpum þegar að einhver til staðar. Hérna bara svona sem ég tók frá Rauða krossinum, þeir eru búin að setja þetta upp í svona stutt, svona gott að muna, svona sjálfan skyndihjálp. Bara horfa eftir vísbendingum sjálfsvígshugsanir, hlusta, vera til staðar, veita athygli, viðurkenna og tengja við úrræði, tengja við faglegan stuðning eða tengja við hjálp. Og stundum það þannig að við getum gert helling í einu litlu samtali, af því að við erum kannski svo margir sem á þessum stað, þeir eru oft einangraðir og eru ekki miklum samskiptum, þannig að við getum gert ótrúlega mikið í einu litlu samtali. Það svo mikilvægt. Ok, áður en ég fer í smá tölur, einhver með einhverja spurningar þetta eða eitthvað sem að nú höldum áfram? Smá líka bara að spyrja í lokin. Er eitthvað svo hópastarfi sem þið talaðu í fjár? Ekki ennþá, en það hefur verið umræðun að vera með fjarhóp. En það því miður ekki komið inn hjá okkur. En það mjög góð hugmynd, eða hvað? Heldur að... Já, meðlega. Já. Það náttúrulega kannski besti persónu. Já, svona, já. En það hefur alveg verið rætt. Sérstaklega fyrir þá sem komast ekki í persónu. Alveg sem með bara viðtöl, þetta bara ótrúlega gott að komast bara í persónu, en það ekki alltaf hægt. Og þá getur fjarúrræði verið bara skipt sköpum líka. Þetta spurningar með mikrofónum, þú fær spurningar úr sal, en það komist í. Já. Já. Kannski komst einn á að ég kom aðeins og seint, en svona aldurshópurinn sem var þjónusta. Já, ég að koma inn á það núna. Já. En einmitt, við þjónustum í raun og veru allan aldur yfir 18 ára. Við erum ekki að þjónusta börn, af því að við erum bara ekki með leyfi til þess og já, við erum að þjónusta 18 ára og eldri. En aðstandendur barna eða unglinga 16 til 18 eða 15 til 18 eða þú veist á þessum aldri, geta aðstandendur þeirra? Já, sko, þeir geta sjálfsögðu leita ráð hjá okkur og svo metum við alltaf hvort að við séum besti aðilinn til að veita stuðning, af því að hvort það væri mögulega einhver annar aðili betri, af því það náttúrulega þegar vera börnir ræða, þá þetta svona fjölskyldu vinna og en að sjálfsögðu geta leita til okkar og við reynum þá bara að mæta hverjum og einum þar sem hann er. Já. Á hvað stigi þessi hús á Egilsstöðum helið? Það komið upp á ferli að finna húsnæði? Það má eiginlega segja að hér séum við að færa snær markmiðinu. Það er verið að spyrja á hvað stigi við erum að opna útibú á Egilsstöðum með því að koma hingað og eiga samtal og kynnast þeim sem hér eru og starfa í þessum málaflokki. Svo bara vonum við að hlutirnir gerist frekar hratt heldur en hægt. Þannig já, þetta er svona, við erum einhvern veginn að vinna í þessu markmið okkar núna sem hefur verið lengi á dagskrá að opna útibú á Egilsstöðum. Ekki endilega á Egilsstöðum, á Austurlandi, ekki endilega bara hérna á þessum landshluta. Þannig já, við bara fögnum því að við séum allavega að byrja þeirri vinnu. Ok, það kannski koma síðan bara fleiri spurningar í lokin. Mér langar aðeins að komum smá tölur í lokin, en við þekkið þessa tölu eflaust að þetta er tíðni sjálfsvíg í Íslandi yfir meðaltalstíðnin síðastliðin 5 ár, 10 ár og hún er 39 og það eru bara alltaf mörg sjálfsvíg, þannig að okkar verkefni eru auðvitað og okkar markmið eru auðvitað að reyna að fækka þessum sjálfsvígum og auðvitað er við þá líka að gera það og þá skiptir máli auðvitað allir sé að vinna í því verkefni, ekki bara Píeta-samtökin, heldur eru við auðvitað líka bara eins og margir aðalega sem koma að þessum málaflokki og bara eins og til dæmis núna í gulum september, af því að það er nú svolítið að dagskrá núna, það er vitundavakning, þá eru margir aðalega sem að vinna saman í að vekja umræða málefninu og vinna að
því að finna leiðir til að fækka sjálfsvígum á Íslandi með sjálfsvígsforvörnum og úrræðum fyrir þá sem eru með þennan vanda. Þá langar mig að segja ykkur frá aðsóknin til Píeta, en eins og ég sagði áðan þá hefur aðsóknin aukist mikið bara frá 2018. Að í dag að leita til okkar 500-600 nýju skjólstæðingar á ári. Af þeim er lítill hluti aðstandendur. Flestir eru að leita til okkar af því þeir eru að kljást við þennan vanda. Við erum að taka 3000 viðtöl á ári, yfir 200 viðtöl á mánuði sem er bara gríðarlegur fjöldi, þannig að það er nóg að gera hjá okkur og það sýnir svona vel fram á þörfina fyrir þessi samtök, hvað eru margir sem að leita til okkar. Og bara mjög margir sem leita til okkar, þeir hafa ekki leitað annað eða hafa leitað annað og ekki kannski upplifað að þau fengu þá hjálp sem þau þurftu, getur verið allur gangur á þessu og svo eins og við vitum þá eru þetta bara oft biðlistar í heilbrigðiskerfinu og annað. Þannig að já, það eru bara mjög margir sem að gefa okkur það traust að leita til okkar. Svo að koma mjög mörg símtöl í Píetasímann, hjálparsímann, 500 símtöl á ári þannig að það er já, margir sem hringja þangað líka. Og sjáum við bara þá sem var að leita til okkar á síðustu ári. Það eru 45 nýju skjólstæðingar í mánuði og við sjáum til þess að flestir að leita til okkur í september. Það er einmitt svona tíminn sem að við vorum með þessa vitundavakningu í fyrra. Nú veit ég ekkert hvort það tengist í, en við erum auðvitað vonast til þess að þegar við erum að tala þessa hluti og opna umræðina og í gulum september að það kannski hvetji fólk til að leita sér hjálpar. Og já, þarna sjáum við að við erum að taka vel yfir 200 viðtöl á mánuði og það er svona já, allt árið nóg að gera. Það var einmitt, hvað var ekki, ágúst sem að var flestu fjöldi viðtala, já, hann eftir sumarið. Já. Ok, svo langar mig að segja ykkur aðeins frá skýrslu sem kom út á síðasta ári skjólstæðinga Píeta, bakgrunn þeirra sem leita til Píetasamtakana. Það var rannsóknir og greining sem að gera þessa skýrslu og hún kynnti á málþingi einmitt í tengslum við gulan september í fyrra og þessa skýrslu má finna á síðun okkar, en þar erum við svolítið að skoða hverju eru sem leita til okkar og hvað einkennir þennan hóp og af hverju það leita til okkar. Og það kemur fram að 4% fólk þeirra sem leita til okkar hefur gert sjálfsvígstilraun, 4% fólks vill taka líf sitt, helmingur fólks vill ekki lifa og stærstu hluti hefur mist von bata. Og einmitt, eins og ég sagði og það vil ekki lifa þýðir ekki endilega að fólk vilji deyja, en við sjáum þarna að hversu mikill sársauki að baki. Og svo það þetta sem ég nefndi líka, hvað margir leita til okkar sem hafa ekki leita annað áður. Og svona einmitt, þessi þörf á þessum stað þar sem fólk getur leitað eftir hjálp. Bakgrunni þess leita til okkur, það er svona nokkuð jafn hluti kalla og kvenna sem að leita til okkar. Við erum auðvitað ótrúlega, okkur finnst gott að kallmenn að leita til okkar af því þeir eiga til að opna síður á sína líðan og leita sér hjálpar. Þannig að við erum auðvitað ánægð með það að þeir séu að leita til okkar og við vitum náttúrulega að sjálfsvígstíðnin er mun hærri hjá karlmönnum heldur en konum. Og svo sjáum við þarna aldursdreifinguna. Það er yngra fólk sem að leita til okkar í svona stærri auknum mæli. Það er svona, sjáum við að það er svona 60% sem leita til okkar er undir 40, yngri en 40, 40 ára. Þannig að við erum auðvitað líka í þeirri vinnu að reyna að ná til eldri hópa af því að við viljum ná svona til eldri hópa sem að kljást við þennan vanda og kannski sérstaklega eldri karlmanna sem að opna sig ekki og eru ekki að koma. Það sem að já, við vitum að þar er sjálfsvígstíðnin hækkandi, já, körlum á miðjum aldri. Hvað liggur að baki? Það eru þessir áhættuþættir sem við þekkjum og þetta kemur einmitt svolítið vel fram líka í skýrslunni okkar.
hvað það er, og þetta eru auðvitað áhættu þættir sem við þekkjum sem liggja baki sjálfsvígshugsunum og sjálfsvígum, að það er saga um áföll eins og einelti, líkamlegt og andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, einangrun, hún er mjög stór áhættuþáttur, að þessi einangra sig frá einhvern veginn lífinu, fjölskyldu, samfélagi, geðsaga, geðrænn vandi. Það vitum að þunglyndi tengist mjög mikið inn á sjálfsvígshugsanir og önnur geðræn vandamál. Vímuefnavandi, stór fylgifiskur sjálfsvígshugsana, heilsufarsvandi, líkamleg sjúkdómar, líkamleg fötlun. Svo er það félagsleg staða sem er kannski svona stundum gleymist að tala eða að það er bara að vera án atvinnu og bá fjárhagsleg staða, þið vitið, að geta ekki átt heimili. Þetta er bara reynist fólki mjög þungt, það geta ekki einhvern veginn framfleytt sér. Og það kemur fram í skýrslunni að öryrkjar eru mun líklegri til að hafa gert sjálfsvígstilraun, sem segir mjög mikið hvað þessir félagslegu atriði skipta miklu máli. Svo er það, eins og við vitum, að hafa mist úr sjálfsvígi. Það er líka áhættuþáttur fyrir sjálfsvígshugsanir og missir. Þannig að í rauninni eru við með því að sinna aðstandendum þeirra sem hafa mist, þá erum við mögulega að breyta einhverju þar. Þið veitir, að því að aðstandendur þeirra sem hafa mist eru áhættuhópur fyrir sjálfsvígshugsanir og sjálfsvíg. Ok, svo bara aðeins í lokin, alveg í lokin, hitt og svona næstu í lokin. Það eru smá þennan sýnileika og okkur er að tala hann af því að enn og aftur við erum í gulum september og þar erum við að leggja áherslu á þessa vitundavakningu að við séum öll að vinna í sjálfsvígsforvörnum og þá skiptir mjög miklu máli að við séum sýnileg. Og þess vegna erum við til dæmis mikið að deila núna á samfélagsmiðlum, við erum að fara á staði og vera með erindi, vera með fræðslu, tala við fólk sem er að sinna þessum málaflokki og þetta er allt hluti af markmiðum í gulum september, það er að opna á umræðuna, því það er alltaf fyrsta skrefið, opna umræðuna og ræða og vekja athygli á lausnunum. Já, akkurat, þið þekkið ekki gula september eða hvað, hvernig hefur ekki verið eitthvað tengt honum á Austurlandi? Það er alltaf einhverjir í gulu, ég sé að þú ert í gulu, akkurat, en það er þetta, eins og ég var að segja, við erum og þetta er svona samvinnuverkefni stofnana og félagasamtaka sem sinna sjálfsvígsforvörnum, það er að vinna þessum verkefnum. Og við erum bara að vekja athygli á mikilvægi geðheilbrigðis og forvarna og guli liturinn, hann er litur sjálfsvígsforvarna og hann er líka litur ljóssins og eins og við segjum stundum hjá Píeta-samtökunum að við erum að ganga úr myrkrinu í ljósið og við vitum það líka að þegar það er dimmt og kalt úti þá er einhvern veginn besta ráðið að kveikja ljós og kveikja von. Það er einhvern veginn svo táknrænt fyrir það sem við erum að gera. Já, og við erum að nota september af því að í dag, gaman að vera í dag á alþjóðlegum alþjóðadagi sjálfsvígsforvarna, svo er 10. október alþjóða geðheilbrigðisdagurinn. Og þess vegna var september fyrir valinu. Og við erum svolítið að segja núna er allt í gulu. Hvor eru við að því? Það er svona hlutað að reyna að opna umræðina, er allt í góðu, tala saman, tala þessa hluti, við eigum að tala þessa hluti og því þetta er eitthvað sem þetta er raunverulegt vandamál og þetta er raunveruleikinn að þessi vandi og þessi sjálfsvígstíðni. Og svo erum við að gera ýmislegt í gulum september, við erum til dæmis í strætó, Reykjavík kannski, með þið farið suður og farið í strætó, þá sjáum þið kannski auglýsingar frá okkur, þar sem við erum að vekja athygli á okkar starfsemi
og símanum okkar og þannig við erum að reyna á svona sýnileg, þannig að kannski einhver sem er á svona stað sér þessa auglýsingu eða sér eitthvað og kannski hringir, þið vitið. Svo það er alls konar fólk sem er að leggja málefninu í lið og það er þessi hlýja og þessi samhugur sem við finnum hjá Píeta-samtökunum. Það er svo margir sem að einhvern veginn, maður er alltaf verið að vitna einhverju svona óbúslega fallegum verkefnum í gangi, eins og það var reyna að vera að prjóna vettlinga og ágóðu uppskriftinu rann til Píeta-samtakana og það var svo margt svona í gangi sem fólk er að gera og fólk er að ganga fyrir okkur og það var núna að ganga fyrir okkur að safna áheitum fyrir Píeta og Kilimanjaro og í fyrra var maður sem að gekk Hvalfjörðinn til að safna fyrir Píeta-samtökin og Karfa, þeir gerðu bóli og vildu styrkja Píeta-samtökin og það er bara alls konar velvilji og það er kannski líka því að þetta snertir svo marga. Það er svo margir sem vilja hjálpa af því að þetta er vandi sem snertir svo marga og auðvitað og við erum náttúrulega bara fyrst og fremst gríðarlega þakklátt fyrir þennan velvilja og þennan hlýhug sem við finnum einhvern veginn allstar, bara hvert sem við förum. Og á sama tíma ótrúlega stolt að því að geta þá veitt þessa þjónustu, að geta verið til staðar. Svo erum við stundum í blöðunum, ég veit ekki hvort þið hefur séð auglýsingar frá okkur, í útvarpi, fjölmiðlum og við erum að reyna að vera sýnileg og vekja athygli okkar starfsemi af því að við viljum að fólk viti okkur og hvað það er sem við erum að gera. Þetta er heimasíðan okkar, pieta.is, þar er hægt að sækja sér upplýsinga okkar starfsemi, alls konar okkar starfsemi, hvernig þetta var sambönd, hvernig þetta styrkja samtökin, alls konar sem við erum. Það allar upplýsingar á heimasíðinni og við erum líka á Facebook og Instagram. Þar erum við að miðla ýmsu sem er í gangi hjá okkur og okkar starfsemi. Svo eins og ég segi, það er ýmislegt sem að Píeta gerir annað en að sinna meðferð og stuðningi. Við erum til dæmis með vetrasólstöðugöngu þar sem við erum að minnast þeirra sem að hafa fallið fyrir eigin hendi í desember. Þegar dimmt úti, þá einmitt göngum við og erum með ljós og tendurum kerti og það er alveg ofboðslega fallegur viðburður sem að fer fram árlega. Og ýmislegt fleira. Ég geti sagt ykkur mjög mikið það hvers konar viðburðir og dagskrá er í gangi hjá okkur. Það er einhvern veginn, þetta vinnur allt saman og einhvern veginn allir sem koma að Píeta eru að styðja við þessa vinnu á einn eða annan hátt. Svo bara að lokum, mikilvægasta forvörnin, bara að tala hvernig manni líður, sem við vini eða fagaðila og minna sig á að sjálfsvíshugsun ekki merki veikleika heldur sársauka og það sé aðgengi að fræðslu og gagnreyndum meðferð og þá vita hvert maður getur leitað og hvar hjálpin er að finna. Og það er alltaf von. Takk fyrir, þá bara endilega ef það eru spurningar og það má endilega koma með spurningar og ég skal og við reyna að svara þeim. Einhverjar fleiri spurningar? Já? Það er fólk viðtöl sem talar ekki íslensku. Já, við tökum viðtöl við fólk sem er enskumælandi. Því miður þá höfum við eins og aðrir lent í þeirri leiðilegu stöðu að til okkar hefur leitað fólk sem að talar ekki ensku og þá getur þetta orðið flókið af því að þá þarf að fá túlk og annað. En við viljum við geta tekið á móti öllum þeim sem leita til okkar. Það er markmiðið. En já. Já. Þegar sveitafélag líka, stundum ef fólk er beitt í gegnum félagsþjónustu sveitafélag eða velferðarsvið sveitafélag, þá náttúrulega verða sveitafélagsins að útvega túlk og við veitum að sjálfsögðu viðtalið. En við höfum ekki að því að öll meðferð hjá okkur er sem sagt gjaldfrjáls
og og við erum að veita kannski fólki 10-12 meðferðartíma og við höfum bara því miður ekki fjármagn til þess að greiða túlkaþjónustu en viljum gjarnan taka á móti fólki sem hefur slíka þjónustu, þannig að það er að sjálfsögðu velkomið. Það er þetta áskorun sérstaklega þegar eru margir sem að tala alls konar tungumál að þetta er víða í kerfinu vandamál, bara þjónusta fyrir þennan hóp. Það getur verið alls konar, það getur alveg gengið vel. En stundum líka, þið vitið, það getur verið hægara og svona, þú veist, oft einhvern veginn tekur lengri tíma og þið vitið hvernig þetta er með svona tungumála. Það er oft erfiðar að segja hlutina ekki á sínu eigin tungumáli, það er bara þannig og hvað þá koma mjög mikilvægum hlutum til skila þannig að þeir reynist hjálplegir eða gagnlegir. En auðvitað reynum við bara að gera okkur besta, en í því eins og öðru. Við erum með heitir marga, ég er heimislæknir inn á Ístöðum og maður heitir alltaf marga með kvíða og þunglyndi og kemur inn á akkurat þetta. Ef einstaklingur er í rauninni eftirliti eða meðferð hjá heimislækni og kannski sálfræðingi geðheilsuteyminu finnst ykkur vera eitthvað sem að nauðsynlegt eða myndi ráðurleggja að viðkomandi fá líka kannski einhver viðtöl hjá ykkur eða heldur að maður gæti veitt nokkurn veginn sömu meðferð. Ég bara hugsa, er það bara auka eða og flækja málinu hafa fleiri eða er það það er hvort að fólk sé í að nýta sér fleiri úrræði í einu og sama tíma, samanber vera í meðferð í geðheilsuteymi og hjá okkur. Þannig svona almennt þá er ekki mælt með því að fólk sé í 2 virkum meðferðum á sama tíma því það er bara mjög mikilvægt að vera bara í einum stað. En svo er þetta alltaf eitthvað sem við metum einstaklingsbundið með hverjum einum. Það er til dæmis sumir eru að fá einhvern stuðning, einhver úrræði sem er bara gott og vinnur með því sem að, til dæmis við erum að gera. Þá er kannski ekki því til fyrirstöðu að viðkomandi sér líka að fá viðtal í okkur en við til dæmis því við lendum oft í þessu það kemur því fólk eru auðvitað eðlilega að leita víða það leitar á heilsugæslu, sjúkrahús, geðteymi, sálfræðing og stofu, alls konar og við bara í raun og veru skoðum alltaf fyrst og fremst hvort að það gagnist skjólstæðingnum að vera hjá okkur í meðferð á þessum tímapunkti eða einmitt eins og þú segir hvort það sé bara ekki tímabært eða mikið akkurat núna og það sé bara mikilvægara fyrir þennan skjólstæðing að nýta sér þessum tíma eitthvað annað úrræði og svo þá getur viðkomandi þá leita til okkar seinna. Þannig að við reynum alltaf að bara virkilega að skoða þetta út frá faglegu mati hvað sé best fyrir skjólstæðingin, einmitt. Já. Hvernig er þessi útibú hjá okkur á landsbyggðinni? Er þar fagfólk í vinnu að taka viðtöl? Akkurat, einmitt, spurningum hvernig útibúin okkar eru og hverjir starfa þar. Alveg eins og annars staðar í Reykjavík þá eru einungis fagaðalar sem starfa í öllum okkar útibúum, sinna meðferðinni. Þannig að það er einungis þeir sem að taka þessi meðferðarviðtöl. Og það vildi svo til að við vorum svo heppin að við fengum sálfræðing til okkar sem býr á Húsavík. Þannig að hún getur sinnt okkar starfi þar og Akureyri. Svo er starfsmaður sem vinnur hjá okkur sem að fer einu sinni í mánuði til Ísafjarðar og fagaðili sem að sinnir meðferðinni þar og stuðningi. Þannig að við erum auðvitað líka alltaf að bara reyna að horfa til þessa því að við erum auðvitað lítil samtök og við þjónustan er gjaldfrjáls þannig að auðvitað reynum við alltaf að finna einhverja leið sem að gengur upp. Til dæmis eins og þetta ef það er einhver fagaðili á svæðinu sem getur tekið þessi vinnuna og hefur viðurkennda menntun til þess. En
af því það er auðvitað dýrt að fljúga á milli, en ekki? Bara getum við deilt húsnæði með einhverjum, getum við fengið inni hjá einhverjum og einmitt hvaða fagaðilar búa hér á svæðinu sem verður tilbúin að starfa með okkur. Við náttúrulega Fyrirgeðu að við erum þá alltaf, það er alltaf ákveðin þjálfun sem fyrir fram í okkar fagteimi og það er handleiðsla sem fyrir fram sem allir sem að sinna meðferðinni þurfa að sækja, hvort sem þeir búa á Akureyri eða Ísafirði eða Egilsstöðum og þá erum við bara, þá gerum við það í fjár. Þá fá þessir aðilar að koma bara inn á handleiðslufundina í fjár. Þannig að það er mikilvægt að nefna það líka. Já. En við til dæmis fengum á Ísafirði inni í húsi þar sem að voru aðrir aðilar að koma eins og að með minnir Stígamót eða ekki og þannig að við fengum þá að nota í raun og veru sama viðtalsherbyggi þar. Og það var svo, þannig að þetta gekk allt svo vel upp þannig. Þannig að auðvitað, þú veist, erum við einmitt að horfa til þess ef við komum hingað, þá þurfum við náttúrulega að vera með eitthvað herbyggi. Við þurfum auðvitað ekkert mjög mikið, við þurfum bara eitt viðtalsherbyggi. Og já. Þannig að þetta er allt svona, allt í vinnslu, nei ekki? Það sem ég langaði aðeins að fá bara í lokin er að við erum líka, ef þið hafið áhuga á að starfa með okkur, það er að segja bara ganga til þess við Pieta fjölskyldina, og þá getið alltaf sendt post á pieta.is og sérstaklega ef þið hafið einhverja hugmynd að húsnæði eða bara hugmynd hvernig við getum komið hingað inn. Og líka það sem við komum til að gera næstu daga, við erum með svona Facebook-hóp. Við höfum verið með hóp fyrir vestan og norðan. Koma hingað í Ok. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að ef þið hafa áhuga á að bara ganga til liðs við okkur, þá getið þið senda okkur bara post á pieta.pieta eða senda okkur skilaboð gegnum Facebook. Og næstu daga munum við stofna Facebook síðu sem heitir Ljósberar Pieta á Austurlandi. Þannig allir sjálfboðaliðar hjá okkur við köllum á ljósbera. Þannig ef þið bara hafið áhuga þá bara sendið okkur post og það skiptir okkur miklu máli að líka að fá ykkur með. Endilega. Er einhverjar fleiri spurningar? Kannski einhverjar úr streymi eða hvernig? Nei? Ok. Einhverju hér kannski sem er ekki á svæðinu en er að horfa eða fylgjast með? Ok, er þetta ekki bara komið? Svo bara endilega ef að fólk vill vera aðeins lengur og spjalla við okkur, þá erum við ekkert rokin út. Það er alveg rými eins og ég segi og það væri líka bara ótrúlega gaman eins og Benni er að segja að bara heyra frá ykkur og hvernig svona þörfin er og hvað svona einmitt, hvar eru göt í þjónustinni. Þannig að hvort það sé eitthvað sem vantar eða eins og er víða. Þannig að bara endilega. Þá segi ég bara kærar þakkir fyrir góða áheyrn, bæði þeir sem eru hér eða annars staðar. Takk fyrir.